Góðs kvöld og verið velkomin í Fréttir. Útgerðarfólk segist vera á barmi bæði örvæntingar og örbirgðar eftir að ný lög veiðigjöld tóku gildi. Talsmaður samtaka öldrar arðsemi SA segir fólk jafnvel hafa þurft að tæma smámynt úr öskubakkanum í Range Rover bifreiðum sínum til að greiða þau. Íslenskur áhrifavaldur sem vakti athygli fyrir að selja bólgueyðandi húðkrem úr kindarhreistri segist nú ganga í gegnum mikla umbreytingu eftir að hún fékk sekt fyrir skattlagabrot. Í viðtali við Fréttir segist hún vera að endurmeta forgangsröðun sína og ætlar að opna nýja heildræna velmegunarmiðstöð í Mosfellsbæ. Vindum okkur í íþróttir. Íslenskur keppandi í utanvegahlaupi sem talinn var týndur síðan á fimmtudag fundinn. Að sögn lögreglu var hann einfaldlega úti í náttúrunni til að forðast lífið og ábyrgð hér skil hann svo ver. En nú að veðri, áframhaldandi gul veðurviðvörun í gildi allt land næstu daga. Veðurstofan varar við roki, slyddu, ísingu og segir hættu á geðrofi við Faxaflóa. Þetta voru Fréttir. Takk fyrir að vera með okkur í þessari sameiginlegu sjálfsvitundarkreppu.